Steinar, kreatín, þetta taka mjög margir og ærin ástæða til að mörgu leyti. Já, þetta hefur verið dálítið vinsælt meðal þeirra sem að vilja auka vöðvastyrk og kraft og snerpu og svona. Og það eru margir sem að taka það náttúrulega í duftformi úr fæðubótarefnum. Já. Af þeirri einföldu ástæða að það er býsna erfitt að fá nóg af því úr fæðu. Já, efnið er að finna frá náttúrunnar hendi úr dýraríkjunum aðalega, úr kjöti, fiski og kjúklingi. En það þarf ansi mikið og sem dæmi að þá er í einu svona kílógrammi af nauti, þá er cirka dagsskammturinn. Ef við fylgjum því sem að framleiðendur vilja að við gerum að kreatíni, þá er cirka dagsskammturinn af kreatíni hérna í þessum vöðva. Þannig að þetta er dálítið mikið. Ef þú ert í þessari vöðva uppbyggingu og vilt hafa kraftinn og styrkinn og snerpuna í þinni íþrótt, þá getur það verið mjög mikill kostur að bæta við kreatína því að þetta er ansi erfið tíðan. Og í raun og veru þær niðurstöður sem hafa komið frá rannsóknum með kreatín, það er benda til þess að efnið sé skaðalaust. Þannig að fyrir þá sem eru á aldrinum 18+, þetta er ekki ætlað til fyrir börn, þá á þetta að vera í lagi. Þannig að þeir sem eru þá að taka kreatín úr fæðubótarefni, þeir þurfa ekkert að forðast nauti, þeir geta alveg óhræddir farið og fengið sér steik líka. Já, bara svona í hófi eins og með annan mat, algjörlega.